Komið sæl og verið velkomin á 30. fund nr. 342 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Hann haldinn í Ráðhúsi 5. 13. nóvember 2025 og ég geri hann settan. Fundinn sitja Steindór Sigurðsson í fjarveru Gauta Árnasonar, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Skúli Ingólfsson á fjarverandi, en í staðinn situr fundinn Tinna Rut Sigurðardóttir, Eyrún Friðar fjarverandi, en í staðinn situr fundinn Elías Tjörfi Halldórsson, Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Guðrún Stefanía Vopn Ingólfsdóttir og Gunnhildur Imsland. Sigurjón Andersson bæjarstjóri og Jóna Benný Kristjánsdóttir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs, Tjörfi Óskarsson sér útsendingu og Arndís Lára Kolbrúndóttir ritar fundargerð. Ég fer með stjórn fundarins í fjarveru Gauta Árnasonar. Ég þarf að leggja til breytingu á dagskrá. Það að taka út lið númer 8 á þessum fundi sem var auglýst og það verður frestað þar sem að gögn bárust ekki fyrir tilsettan tíma. Ég ætla að fá að bera það upp til atkvæða þeir sem því samþykkir vinnsluskjafamerki. Viltu ræða það? Já, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn, mig langar bara að gera örlitla athugasemd við ástæðu þess að þessu frestað. Við talaðum að gögn hef ekki borist fyrir tilsettan tíma. Í rauninni sé ég það þannig að það var ekki boðað til sem réttum hætti. Það vantar álagningarreglur til þess að byggja fjárhagsáætlun á. Þannig að það í rauninni var ekki á dagskrá, þannig að það alveg eðlilegt að það sé ekki gögn þegar málið ekki á dagskrá. Þannig að ég myndi kannski frekar vilja segja að þessu sé frestað þar sem að málið var bara ekki tilbúið til afgreiðslu eða til þess að sé rætt á fundinum. Takk fyrir það. Já, við getum orðað þannig að bara í dagskránni að málinu var frestað vegna þess að það var ekki tilbúið. Þá ætla ég að fara í dagskrána. Já, atkvæði fyrst. Ég ætla að bera þetta upp til atkvæða, þeir sem þessi samþykkir vinnsluskjafamerki fresta málinu, samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fer ég í dagskrána. Fyrst bæjarstjórn Hornafjarðar, fundur nr. 340. Þetta lagt fram hér til kynningar, en einhver vill tjá sig. Svo ekki. Þá fer ég í næsta lið. Það bæjarstjórn Hornafjarðar nr. 341. Þetta einnig lagt fram til kynningar og umræðu, en einhver vill tjá sig. Svo ekki. Þá fer ég í 3. dagskrálið. Það bæjarráð Hornafjarðar nr. 1192. Hér undir fundargerð fræðslu- og frístundanefndar ásamt öðrum málum og ég gef orðlaust. Tinna Rut, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í dag frábær dagur. Það verið að malbika hringtorgið okkar. Ég varð að komast að, þetta var ekki á dagskránni en ég varð að komast að. Og svo líka æðislegt veður úti, þannig að hvernig annað hægt en að vera bara mjög glaður yfir þessu öllu saman. En ef við lítum á 13. lið þessara fundagerðar, þá það Lego hönnunarkeppnin. Grunnskóli Hornafjarðar var með 2 lið í Lego-keppnin í ár og ég vil bara nýta tækifærið og óska krökkunum í Grunnskóla Hornafjarðar til lukku með bæði glæsilegan árangur og sigurinn í First Lego League-keppninni sem fór fram í Háskólabíó daginn. Þvílíkt flotti krakkar í báðum liðum sem tóku þátt í ár. Og gaman frá því að segja að þá þetta í 5. skipti sem að Grunnskóli Hornafjarðar tekur sigurinn í Lego-keppninni og þetta því sigursælasti grunnskólinn. En mér langar líka að hrósa krökkunum í grunnskólanum í Hofgarði.
Þau á dögunum unnu 3. sæti af 90 skólum í landslestrarátaki og það eru 6 börn í grunnskólanum, þannig að það ansi vel að sér vikið fyrir þessi kríli, en þau lásu 1339 mínútur á hvern nemanda. Þannig að það alveg ljóst að það mikill metnaður í krökkunum okkar hérna í sveitafélaginu. Takk fyrir. Takk fyrir það, Tinna. Orðið ennþá laust. Gunnhildur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langar náttúrulega að byrja að taka undir með Tinnu og óska krökkunum til hamingju með keppnina í Lego og jafnframt krökkunum í Hógari fyrir að standa sér svona vel í lestrinum. En annars eru 2 mál sem ég langar að ræða og fyrsta máli fræðslu- og frístundanefnd, mál númer 7 eða ungmennaþingið, en það verður haldið núna 18. nóvember næstkomandi. En eftir að við náðum að klára innleiðingun á barnavænu sveitafélagi þá er búið að festa það í sessi að ungmennaþing og ungmenna verði haldið og ungmennaráð hefur fengið meiri áherslu og sterkari rödd í samfélaginu okkar. Krakkarnir eru að koma með mál frá fastanefndum sveitafélagsins inn á fundi ráðsins og ræða þau frekar út frá sínu sjónarhorni og hafa þannig sterk áhrif á sveitafélagið sitt. Og á næstu dögum verður sent fundarboð og til okkar sem eldri eru þetta ungmennaþing og ég hvet ykkur sem fáið fundarboð að mæta á fundin. Síðan langar mig að taka til máls undirlið númer 10 sem kvennaverkfallið. En mér langar að þakka þessum ungu stúlkum sem tóku að sér að skipuleggja þennan dag fyrir okkur, þeim Önnu Ragnarsdóttir Pedersen og Karen Lind Ingólfsdóttir. Þetta gekk frábærlega og mjög skemmtilegu dagur og ég þakka öllum þeim sem tóku þátt. Þetta skiptir okkur miklu máli. Takk fyrir það, Gunnhildur. Tekur auðvitað undir það. Mælendaskrá enn opin. Það kveður sér engin hljóðs. Þá þessi fundargerð lögð hérna fram til kynningar. Næsta dagskráni 4. dagskráliður, það bæjarráð Hornafjarðar 1193 og hér undir íbúðaráð í Öræfum og velferðarnefnd. Og ég opna fyrir mælendaskrá. Ásgerður Kristín, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar hér til þess aðeins að tjá mig fundargerð öldungaráðs sem hérna undir fundargerð velferðarnefndar og það reyndar málið sem ég ætla að ræða líka sérmál í bæjarráði og það hérna númer, svo mikið sem, þetta svo langt að ég að leita þessu, númer 19. Ég býtum með. Þið nokkuð að flytja ykkur? Já, það 4. mál, framkvæmd byggingar hjúkrunarheimilis. En á fundi öldungaráðs að þá var lögð fram eftirfarandi bókun sem ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa hér upp. Það fundur í öldungaráði sveitafélagsins Hornafjarðar, haldinn 1.10.2025, vekur athygli á því að aðbúnaður heimilisfólks á Skjólgarði undir lágmarkskröfum stjórnvalda aðbúnað á hjúkrunarheimilum og hvetur öldungaráð bæjarstjórn sveitafélagsins Hornafjarðar í samstarfi við Vigdísarholt ohf. Að bregðast skjótt við að gera allt sem unnt til þess að bæta aðbúnað heimilisfólksins á Skjólgarði. Og að samtímis þessi verði gjaldtaka ríkisins fyrir dvöl á heimilinu tekin til endurskoðunar og í framhaldinu færð til samræmis við eðlilega viðskiptahætti. Velferðarnefndin tekur undir þessa bókun öldungaráðs og síðan fer hún hér til umræðu í bæjarráði þar sem að bæjarráð lýsir áhyggjum sínum líka þessum sömu málum og hérna þakkar starfsfólki Vigdísarholts fyrir að halda uppi góðri þjónustu við krefjandi aðstæður sem eru búnar að vera allt of lengi eins og við þekkjum mjög vel hér. Við
í bæjarráði minnum hérna á að málaflokkurinn hjúkrunarheimili og húsnæðisuppbyggingu á ábyrgð ríkisins og nú gerist það á þessu tímabili sem við erum að fjalla hér í bæjarstjórn að ríkið tekur alfarið við byggingu nýja hjúkrunarheimilisins að sveitarfélagið í rauninni, ég veit ekki hvernig maður orða það, losnar úr þeirri snöru bara að segja það eins og það svo við tölum bara íslensku hérna. En það þó ekki þannig að sveitarfélagið stígi alveg frá, heldur munu sjálfsögðu fylgjast áfram með þessu verkefni og við eigum þarna ákveðna þætti innan þessara byggingar sem við höldum áfram að sjá En það er bara gott að að fá þessa brýningu frá fulltrúum eldri Hornfirðinga í öldungaráði því að þetta við þurfum að standa vörð þennan hóp og þarna eru einstaklingar sem hafa auðvitað í gegnum tíðina barist fyrir því að þessi bygging fara af stað og síðan fer hún af stað og þá þetta með þessum ólíkindum sem við öll þekkjum að þetta hefur gengið allt á afturfótunum má eiginlega segja og aðbúnaður í bæði inn á heimilinu og í kring hefur verið bara mjög erfiður fyrir bæði íbúa og aðstandendur. Við vitum það og tek undir hérna bara það sem við segjum í bæjarráði að starfsfólk Vigdísarholts hefur gert sitt besta og oft erfiðar aðstæður til þess að hlúa að hópnum og öðru slíku. En við getum gert betur, þannig að ég vil bara hvetja okkur öll og aðstandendur og alla sem að koma að hjálpast við það að búa sem bestar aðstæður þarna. Varðandi það, svo kannski fólk skilji þó með það að með greiðsluþátttöku á hjúkrunarheimilum að þar er það þannig að það eru bara ákveðin lög sem að sjúkratryggingar ákvarða hversu mikið hver einstaklingur á að borga til ef hann borgar eitthvað, það fer eftir tekjum og öðru slíku og það er mjög erfitt að hafa áhrif á það hvert einstaklingum eða sérstökum heimilum hvort að það sé greitt eða ekki eða hvort það sé greitt eftir öðrum reglum eða ekki. En það sem við getum allavega gert það að hvetja til þess að það sé flýtt framkvæmdum og að fólk komist í mannsæmandi aðstæður bara sem allra fyrst og auðvitað ef við getum það við munum tala þessari rödd en kannski gjalda varhug við því að við náum einhverjum árangri þar en það allavega að fólk fái bara búið við sömu lífsgæði og aðrir sem eru á hjúkrunarheimilum á Íslandi. Stefnum þangað. Takk fyrir það, Ásgerður. Mælendaskrá opin. Sigurjón, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að tala sama málefni undir lið 19 í fundargerð 1193 á bæjarráði. Liður 19 er reyndar ekki liðurinn sem að tengist öldungaráði, það var annar liður á fundurum en mér langar aðeins að fara yfir svona lið 19, það sem að kemur fram í honum, að þar er greint frá samkomulagi sem að sveitarfélagi gerði við ríkið og hann kveður á að ríkið taki yfir alla ábyrgð og skuldbindingar og réttindi vegna byggingar hjúkrunarheimilisins á Höfn eftir að verksamningi var rift. Þetta var bara mjög stórt skref fyrir okkur að ná þessu samkomulagi og losna þannig undan mikilli skuldbindingu. Hér að ræða háa fjárhæðir. Það hefur gengið erfiðlega þetta verkefni hefur gengið erfiðlega og margir hafa gert mistök þarna í þessu verki og það kannski að bera í bakkafullan lækinn að vera að fara yfir það en ég vil þakka bæjarstjórninni fyrir það. Við erum búin að standa mjög þétt saman í því að bæði náttúrulega að reyna að koma verkinu áfram eins og okkur stætt sem svona verkkaupa sem algjörlega á hliðarlínunni en síðan að vinna sameiginlega í því að komast frá þessu verkefni og þessari miklu skuldbindingu. Það var þess vegna í raun og veru mjög svona áhugavert fyrir okkur að sjá þegar að
ríki gerði samkomulag við sveitafélögin í tengslum við kjarasamninga kennara síðasta vor og lög sem voru lögfest 1. júlí að ríki ætlaði að taka yfir eignarhlut sveitafélaga í hjúkrunarheimilum víða landið en að undir samkomulagi félli ekki að þar væru þau hjúkrunarheimili sem eru í byggingu. Þetta stóðst í raun og veru okkar mati og okkar lögfræðings valla skoðun og undir þetta var tekið að því leyti að við náðum þessu samkomulagi. En þetta leysir sveitafélagið undan allri framtíðarskuldbindingur og verkefninu en við eigum hins vegar eftir að ljúka samningum. Það að segja hvernig munum við gera þetta endanlega upp og það verður unnið á vettvangi stýrihópsins sem í gangi núna á vegum sambandsins og í samtali við stjórnvöld og fjármála- og efnahagsráðuneytið og við vonumst eftir því að það komist niðurstaða í það fljótt en við verðum að leysa það fyrir 1. janúar 2026. Annars vil ég segja að við erum enn að vinna með framkvæmdasýslunni í ríkiseignum að því að koma verkefninu áfram og þau vinna að því hörðum höndum núna þegar að búið að rifta verksamningi við verktaka sem hefur verið með verkefnið að þá vinna þau að því hörðum höndum að klára nýbygginguna sem allra fyrst og við vonumst eftir því ef að þeirra áætlanir gangi eftir að það verði þá í vor sem að verður hægt að taka hana í notkun en varandi tímasetningar og hjúkrunarheimili að þá segir maður það nú alltaf svona, setur þær fram með allavega einhverju óvissu, við höfum bara reynslu af því en að það verkefni verði klárað og síðan verði strax farið í það að bjóða þá út endurbætur á eldra heimilinu þannig að íbúar sem hafa búið við mjög krefjandi aðstæður, bæði íbúar á hjúkrunarheimilinu, starfsfólk sem að sinna þeim og aðstandendur og þetta hefur verið mjög erfitt fyrir þau og erfitt fyrir okkur öll en virkilega ánægilegt að losna undan þessari framtíðarskuldbindingu fyrir sveitafélagið og þannig erum 100 milljóna að ræða, svo ekki sé meira sagt. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið enn laust. Það kveður sér engin hljóðs, þannig að mér er óhætt að fara í lið nr. 5 á þessum fundi. Það er bæjarráð Hornafjarðar 1194 og undir þeirri fundargerð er einnig fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar og ég gef orðið laust. Tinna Rut og svo Hjördís Edda, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka til máls undir fyrsta lið, það er atvinnu- og menningarmálanefnd og þar undir er fyrsti liður Vatnajökulsþjóðgarður, fundargerðir stjórnar og svæðisráðs. Þetta var reyndar líka tekið fyrir sem sérmál á þessum bæjarráðsfundi þar sem að atvinnu- og menningarmálanefnd vísaði þessu áfram til bæjarráðs. En atvinnu- og menningarmálanefnd vakti athygli á bókun svæðisráðs ásamt því að bóka sjálf varðandi stöðu þjóðgarðsvarðar á Höfn. Staðan er sú að síðan 30. júní 2000 hefur staða þjóðgarðsvarðar ekki enn verið auglýst, þrátt fyrir ítrekkaðar beiðnir svæðisráðs að staðan yrði auglýst sem allra fyrst. Í stað þáverandi þjóðgarðsvarðar hafa 2 aflýsingar þjóðgarðsverði verið, en nú er svo komið að starfandi þjóðgarðsverður hefur tilkynnt starfslok á þessu svæði og mun ljúka störfum hér áramótin. Og hvað gerist þá? Í dag, 13. nóvember, er ekki enn farið að auglýsa stöðu þjóðgarðsvarðar á Höfn. Mér finnst þetta grafalvarleg staða, svæðið er umfangsmikið og ekki forsvaranlegt að ætla öllu suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs að vera á herðum eins þjóðgarðsvarðar, þar sem áður hafa verið 2, einn á Höfn og annar í Skaftafelli. Við höfum séð að verkefnaálag starfsins er mikið og getur ekki talist eðlilegt að fækka þjóðgarðsvörðum á svæðinu. Þann 2. desember 2024 lýsti svæðisráð Suðursvæðis yfir áhyggjum sínum hvaða áhrif stofnanasameining myndi hafa á þeirra rekstrasvæði og hvatti stjórnendur Náttúruverndarstofnunar til þess að tryggja að fjöldi starfsfólk á svæðinu yrði í samræmi við verkefnaálag. Því miður virðist mér ljóst að áhyggjur svæðisráðs muni raungerast. Ég óska því eftir að bæjarstjórn bóki eftirfarandi málið.
og þá kemur bókunin. Bæjarstjórn Hornafjarðar lýsir yfir áhyggjum af stöðu þjóðgarðsvarðar á Höfn. Það mikilvægt að staða þjóðgarðsvarðar verði áfram staðsett í sveitarfélaginu Hornafirði í samræmi við hlutverk svæðisins og tengsl þjóðgarðsins við nærsamfélagið. Bæjarstjórn tekur undir með svæðisráði, stjórn þjóðgarðsins og atvinnu- og menningarmálanefnd mikilvægi þess að staða þjóðgarðsvarðar á austurhluta suðursvæðis þjóðgarðsins verði auglýst sem fyrst. Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs bæði víðfeðmt og fjölsótt. Beint til Náttúruverndarstofnunar að tryggja stöðu þjóðgarðsvarðar enda sé samstarf við þjóðgarðinn forsenda mikilvægs hluta atvinnulífsins í sveitarfélaginu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Tinna. Já, fundarhlé. Afsakið þetta, það eru tæknilegir örðuleikar hjá okkur en það heyrist hljóð en það er engin mynd. En við ætlum að halda áfram með fundinn, engu að síður. Við erum í fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar 1194 og Hjördís Edda var búin að gefa mér merki.
forseti og góðu bæjarfulltrúar. Mér langaði að vekja athygli á einu máli hérna, númer 8 undir fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar. Það fyrirhuguð útgáfa Skaftfellings. Það búið eins og nefndin bókaði það búið að stofna ritnefnd og nefndin vísaði einnig málinu áfram, eða að menningarmiðstöðin réttara sagt ætlar að kynna málið fyrir ungmennaráði og fá þeirra þáttöku í útgáfuna og maður langar bara að hvetja alla til þess að setja sig í samband við menningarmiðstöðina til þess að senda inn efni, greinar, hvað sem og þá verður til flott útgáfa sem kemur út aðeins seinna en hún hefði átt að gera en verður glæsileg. Takk. Takk fyrir það, Hjördís. Mælendaskrá enn opin. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að taka boltann kannski það sem að Tinna var áðan með varðandi Vatnajökulsþjóðgarð og bara ítreka það líka að Tinna þekkir náttúrulega vel inn á svæðisráðinu hvað umræða hefur verið í gangi. En hér í bæjarstjórn og bæjarráði hefur líka verið mikið rætt þetta mál og við höfðum miklar áhyggjur af því hvernig þessi samruni yrði stofnunarinnar. Lögheimili þjóðgarðsins var flutt hingað á Höfn rétt fyrir sameiningar og við bárum mikla væntingar til þess að þjóðgarðurinn yrði hér með myndarlega gestastofu og starfsemi sem að við þessa sameiningu einhvern veginn bara rann út í sandinn sem bara mjög dapurt og eiginlega bara svo dapurt fyrir þjóðgarðurinn í heild sinni og svæði þar sem að náttúrulega þjóðgarðurinn hér suðursvæði þetta það svæði sem að tikkaði inn í UNESCO skráninguna og bara stór hluti af okkar sveitarfélagi undir þjóðgarðinum, stærsti partur í rauninni stærsta svæðið innan þessara svæðisskiptingar. Svo fyrir utan það þá í rauninni þegar það verið að ræðum eins og hálendisþjóðgarð og annað slíkt sem hefur verið í umræðinni síðustu ár, það var alltaf horft til stjórnkerfis Vatnajökulsþjóðgarðar. Þar sem við erum að tala þessa dreifstjórn út í samfélagin og að íbúarnir hafi áhrif og sveitarfélagin og annað slíkt. En síðan maður að upplifa það núna eftir þessa breytingu að svæðisráð sem áður var mjög, hafði allavega einhver völd og hefur það samkvæmt lögum að það einhvern veginn eins og ný stofnun átti sig ekki alveg á hvernig leikreglurnar eru. Þú veist það ítrekað búið að vera að ræða þessa stöðu þjóðgarðsvarðar og annað slíkt og samkvæmt bara lögum á svæðisráð að taka þátt í slíkum ráðningum og hafa svona umsjón þar en einhvern veginn verið að ræða þetta á vettvangi starfsmanna og það að koma tilkynningar, ef ég skil rétt, sit ekki í svæðisráð sjálf, þannig að svæðisráð sé meira að frétta hlutunum og að það sé að hvetja til en það ekki farið að tilmælum eða kannski ekki segja tilmælum að því sem að óskað eftir. Og ég veit alveg að okkar fólk bæði formaður stjórnar þjóðgarðsins og fulltrúi okkar í stjórn sem Eyrún Fríða núna að hafa verið að fylgja eftir því sem að svæðisráð ákveður en einhvern veginn virðist það ekki vera að ná í gegn. Og ég veit að það hefur verið samtal við ráðuneytið og ég veit ekki hvort það færði bréfan en ég veit að það hafa verið viðraðar áhyggjur að þessu þannig að ég vona og bara að þetta komist nú á rétt skrið því að eins og ég segi þá hefur verið horft til þessa stjórnskipulags sem fyrirmyndar annar staðar og það þarna garður af vegum ríkisins sem samt stjórnað svona af heimafólki og með hagsmuni heimasvæðisins leiðarljósi. Og þannig að það mjög dapurt ef að ríkið ætlar að fara einhvern veginn að glutra þessu niður, þessu stjórnskipulagi. Þannig að ég tek heils hugar undir þessa bókun og vona að hún hjálpa okkur í þessari baráttu sem við stöndum í núna. Takk fyrir það,
Ásgerður. Sigurjón hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér nú alveg skylt að því leyti að ég skipaður af ráðherra sem formaður stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs og ég ekki náttúrulega bara eins og lögin segja til að þá hefur stjórn ákveðið hlutverk og við erum að vinna mjög þétt saman í okkar stórum málum. Þannig að ég ekki í því að hlutast til ráðningar en Náttúruverndarstofnun og forstjóri hennar hefur þau náttúrulega, það voru Þjóðgarðurinn fór sem stofnun og heyri núna undir Náttúruverndarstofnun og og þau eru að vinna því að styrkja stjórnkerfi þjóðgarðsins og það líka hugmyndin með þessum sameiningum að þjóðgarðurinn og þau verkefni sem við erum að vinna fái sterkara bakland, meiri sérfræði þekkingu og stuðning í þau verkefni sem við erum að vinna og ég vonast til þess að við finnum fyrir því fljótlega að við séum að uppskera þarna. Meðal annars höfum við verið að ræða það að fá hér inn sérfræðing sem að getur verið með eftirlit og samskipti við þá aðila sem eru með samningum ísellaferðir og jöklagöngur. Það eru 30 aðilar. Og það ráðningaferli í gangi þar. En þjóðgarðurinn eins og hefur komið fram hérna á Suðursvæði að þá langmesta starfsemi þjóðgarðsins hérna á Suðursvæði. Það eru bara svo margir gestir og hér líka, ég held að séum 80% af sértekjum þjóðgarðsins sem að kemur hérna á Suðursvæði. Og það sem við erum að gera og höfum verið að gera hérna á Suðursvæði, það að við höfum verið að taka á síðustu 2-3 árum, reyna að ná fókus á það að ná tökum á samstarfi við þá aðila sem eru með atvinnustarfsemi í þjóðgarði. Og núverandi stjórn, svokölluð svæðisstjórn sem yfir þjóðgarðinum hefur verið algjörlega einhuga það að leggja áherslu á það að ná tökum á þeim verkefnum sem við erum með nú þegar. Áður en við förum að hugsa það að stækka þjóðgarðin eða fara í miðhálendisþjóðgarð. Og stjórnkerfi Vatnajökulsþjóðgarðs í raun og veru forsenda þess að þjóðgarðurinn var til. Hann hefði ekki orðið til. Hann hefði ekki verið samþýttur af sveitarfélögunum og landeigendum í kringum þjóðgarðinn nema vegna þess að það eru svæðisráð. Og það eru 4 svæðisráð í kringum þjóðgarðinn. Þannig að nærsvæðin hafa rödd inn í stjórnkerfinu og þetta gríðarlega verðmætt fyrir okkur. En ég að sjálfsögðu stjórnarformaður alls þjóðgarðsins og sem Náttúruverndarstofnunar og að vinna hagsmunum hans. En við höfum í raun og veru lyft grettistaki fyrir 15-16 mánuðum. Vorum við meira að segja hérna í þessu herbergi í áfalli yfir því að það var banaslys innan þjóðgarðs. Og það var í íshelli þar sem að það hrundi yfir aðila ís og hann lést. Og í kjölfari á þessu, þá höfum við lyft grettistaki, vil ég segja, í samstarfi við þá aðila sem eru með samningu þjóðgarðinum ísellaferðir og jöklagöngur. Við komum á fót fagráði, við komum á fót lifandi eftirliti sem uppfært daglega, sem áhættumat á þeim íshellum og ísmyndurum sem farið með ferðafólk í. Við settum skýrari línur samningana. Við fórum í 2 ára samninga. Við höfum aukið gæðin, við höfum gert meiri kröfur fagmennsku og menntun og þetta höfum við unnið allt í mjög góðu samstarfi við þá aðila sem eru með rekstur hjá okkur og í þessari viku, bara á þriðjudag, sátum við í þessu herbyggi nokkrir rekstraraðilar sem eru með ísellaferðir og jöklagöngur, fulltrúar af Vatnajökulsþjóðgarðs og Náttúruverndarstofnunar þar sem við vorum að fara yfir með hvaða hætti við getum skýrt reglur ýmislegt sem að tengist til dæmis þegar verið að leggja línur upp á jökul, hvenær þarf að sækja fyrir aðgengisvinnu, hvenær þarf ekki að sækja hvenær getur þjóðgarðsvörður bara gefið út leiðbeiningar. Þannig að þessi vinna í gangi í þéttu samtali, við höfum náð miklum árangri. En ég legg áherslu á það að við verðum að tryggja sjálfsögðu mönnun hérna á Suðursvæði. Við verðum að tryggja það og við verðum að tryggja að þeir samningar sem við gerum
í framtíðinni sem að eiga að vera ekki til 1 árs eða 2 ár. Þetta verða að vera samninga með lengri fyrirsjáanleika við þessa aðila. Við verðum að tryggja þess samninga séu þannig að þeir fara ekki að hvetja til samþjöppunar, að þeir loki ekki aðra nýsköpun innan þjóðgassins inni, og ég hef sagt að ítrekka að við höfum í raun og veru bara séð toppin á ísjakanum á því hver nýsköpun og vöruþróunin verður í tengslum við þjóðgarinn. Helmingurinn af þessu sveitafélagi þjóðgarður. Og við erum í raun og veru bara miklu lukkuspaðar að vera með jökulinn og þjóðgarinn. Það mikið tækifæri fólkið í honum. En samt sem áður, þá þarf að tryggja það að það sem við erum að gera á Suðursvæði, að við fáum að klára það, vegna þess að það verður sniðmátt af því sem tekið verður upp á öðrum svæðum í kringum þjóðgarðinn. Þess vegna þetta mjög mikilvægt en ég ber fullt traust til Náttúruverndarstofnunar að þau séu með augun á þessu og séu bara í raun og veru að vinna að því hörðum höndum að tryggja að hér verði nægilega vel mannað og rétt að öllu staðið og tryggt að starfsemin í Hornafirði og allsstaðar í kringum jökulinn á öllum svæðum verði þannig að hún fái það sem við vonumst eftir, sem enn meira backup, meiri sérfræðiþekking og stuðningur við sitt góða starf. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið enn laust. Ásgerður Kristín, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, að þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð, og það rétt hjá honum að það margt gott gerst. Mér bara meðan að var að tala þá fór ég að hugsa líka bara það sem framundan og sko miða við bara þann mannafla sem núna annars lít þú veist og yfirsýnina þar, og kannski hann hafi eitthvað, getið sagt okkur eitthvað frá til dæmis eins og varðandi uppbyggingu við Jökulsárlón. Nú það eitthvað sem búið að vera í burðarliðnum í svolítið langan tíma. Þar deiliskipulagsvinna að manni skilst eitthvað í gangi, en reyndar hefur ekkert komið inn á borð umhverfis- og skipulagsnefndar það mál, en það vantilega bara á leiðinni. En nú var gerð samkeppni, ég man nú ekki hvað það kallaðist, en Deloitte kom að það sem var verið að reyna að velja hvernig á að fara í uppbyggingu. Hvað ætlar ríkið að gera það, einkaaðilar að gera það einhvers staðar þarna á milli, og hvernig verði úthlutað þeim gæðum sem að þarna felast, sem eru mjög mikil eins og bæjarstjóri fór ágætlega yfir. Eitthvað að frétta þessu máli? Því nú orðið svolítið langt síðan að Deloitte var inn í þessu, og svæðisráð þurfti að mér minni með svolítið svona pressu að taka ákvörðun, þú veist, með hverju mæliði og annað slíkt, en síðan einhvern veginn eins og þetta inn í eitthvað tóm, en sjálfsagt fólk að vinna, og auðvitað maður kannski bara óþolinmóður þegar maður situr og fylgist með hvernig staðan alltaf fleiri ferðamenn og meira álag, en einhvern veginn hlutinni gerast afskaplega hægt. Þannig að kannski bara ef að bæjarstjóri hefur einhverjar upplýsingar þetta mál, og það líka þá þegar maður hugsa kannski eitt þjóðgarðsvæði og Suðursvæði með allt þetta daglega sem í gangi, að svo sé að fara af stað vonandi uppbyggingu Jökulsárlón með öllu því sem því fylgir. Ég veit að það fleira starfsfólk sem kemur að því og annað slíkt, en samt þá gerir ég ráð fyrir því að þjóðgarðsvörður myndi verða involveraðir í þá vinnu. Þannig að þá það enn meira álag ef að það einn maður en ekki tveir. Takk fyrir það, Ásgerður. Sigurjón, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi að ég hefði fréttir af uppbyggingu við Jökulsárlón, en það sem ég get sagt það að nýlega var loksins settur á hóp, það að segja umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, sett í starfshóp af stað í ráðuneytinu sem núna að skoða málið, skoða þessa sviðsmyndagreiningu sem var gerð hjá Deloitte, og ég var í samtali við ráðuneytið og óskaði eftir því að ég yrði í þéttu samtali fyrir hönd sveitarfélagsins og þjóðgarðsins þessa vinnu, en ég hef ekki fengið neitt boð. En ég mun fara í það núna að ganga aðeins eftir þessu. Varðandi uppbyggingu í Jökulsárlóni þá nú bara, og við höfum talað það hérna áður og erum öll sammála það, að það eiginlega alveg
skömm að því fyrir okkur sem þjóð að það sé ekki betri aðstaða. Það hefur þó eitthvað gerst hjá okkur. Við höfum verið að bæta starfsaðstöðuna fyrir starfsfólk og gjaldtaka og ýmislegt þar. Við höfum tekið ákveðin skref og þar getur fjármagn runnið til viðhalds og annað. Þannig að aðstæðan er skömmin í skárri en hún var fyrir 1 ári og svo betri en hún var fyrir 2 árum. En þetta er ein af kannski 3-4 stærstu náttúruperlum Íslands. Þarna koma yfir 1 milljón ferðamenn á ári. Ríkið er búið að eiga þetta frá árinu 2016 og það hefur ekkert gerst. Og það er bara, við verðum að leggja af stað og ég veit fyrir víst að Jóhann Páll, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, að hann er með augun á þessu og hann hefur mikinn metnað fyrir því að á sinni vakt verði farið af stað þarna í uppbyggingu. Og í tengslum við þetta að þá erum við að fá þessa ferðamenn, 1 milljón, austur á Jökulsárlóni. Það er of stór hluti þeirra sem er að keyra til okkar og frá okkur innan dagsins á einbreiðum brúm og veginum eins og hann er. Við höfum verið að ná miklum fjölda hingað austur. Það verða yfir 300.000 manns sem koma út að Vestrahorni í ár og ég held að sé bara 30% aukning frá síðasta ári. Og en við þurfum að stíga ákveðin skref til þess að svona halda þessu fólki lengur á svæðinu hjá okkur. Við þurfum að breyta þeim sem er að sofa í 1 nótt, við þurfum að þróa það í 2 nætur og svo 3 nætur. Og það erum við að gera með áformum og markmiðum til að mynda glæsilega uppbyggingu sem er að hefja sitt ferli í Hoffelli. Það er enn mjög langt í land og engar ákvarðanir hafa verið teknar. Við erum líka komin í samtal uppbyggingu á miðbænum sem að verður verkefni sem mun vonandi draga fram sérkennissvæðisins og þá svona eiginleika sem við höfum, byggja fyrir heimafólkið og treysta því að fólk vilji koma og njóta með okkur. Þetta er einstakt tækifæri. Þannig að það eru ýmis verkefni, en það er klárlega þannig að það eru þarna nokkrir turnar og einn af þeim er klárlega uppbyggingin við Jökulsárlón á Breiðamerkursandi og ég vænti þess að innan skamms fá ég samtal við þennan starfshóp sem er í ráðuneytinu og geti svona farið í gegnum okkar sýn á þetta og það verði teknar ákvarðanir. En ég ítreka það að ég veit að í samtölum mínum við Jóhann Pál, hann hefur mikinn metnað fyrir því að stíga ákveðin skref þarna. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið er enn laust. Þessa fundargerð bæjarráðs 1194. Það kveður sér engin hljóðs. Hér var borin upp bókun og ég ætla að lesa hana aftur upp áður en ég ber hana upp til atkvæða. Hún er svo hljóðandi. Bæjarstjórn Hornafjarðar lýsir yfir áhyggjum af stöðu þjóðgarðsvarðar á Höfn. Það er mikilvægt að staða þjóðgarðsvarðar verði áfram staðsett í sveitarfélaginu Hornafirði í samræmi við hlutverk svæðisins og tengsl þjóðgarðsins við nærsamfélagið. Bæjarstjórn tekur undir með svæðisráði, stjórn þjóðgarðsins og atvinnu- og menningarmálanefnd mikilvægi þess að staða þjóðgarðsvarðar á austurhluta suðursvæðis þjóðgarðsins verði auglýst sem fyrst. Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er bæði víðfemt og fjölsótt. Beint er til Náttúruverndarstofnunar að tryggja stöðu þjóðgarðsvarðar enda sé samstarf við þjóðgarðinn forsenda mikilvægs hluta atvinnulífsins í sveitarfélaginu. Þeir sem eru þessari bókun samþykkir vinsælast gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við næst í 7. dagskrálið. Það er bæjarráð Hornafjarðar 1195. Undir þeirri fundargerð er einnig fundargerð hafnarstjórnar og ég gef orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs. Þá höldum við áfram í 7. lið. Það er bæjarráð Hornafjarðar 1196. Undir þeirri fundargerð er fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar og umhverfis- og skipulagsnefndar. Ég gef orðið laust þessa fundargerð.
Það kveður sér engin hljóðs og hún hér lögð fram til kynningar. Svo það mál 8 sem máli sem við ákveðum að fresta hér, samþykktum að fresta hér í upphafi fundar. Þannig að þá það bara næst 9. mál. Það viðaukar við fjárhagsáætlun 2025. Viðauki 12 við fjárhagsáætlun 2025, á ekki að standa 2025. 2025 vegna óskar auka fjárveitingu vegna skólaskoðunar, óskar styrk vegna Lego hönnunarkeppni í Reykjavík og óskar vegaframkvæmd á Miðósi að upphæð 8,1 milljón króna lagður fram til samþykktar. Viðbótar fjárheimildum verður mætt með landtöku. Ég gef orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki viðauka 12. Þeir sem því samþykki vinsamlegast gefa mér merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið nr. 10, það kosning í nefndir. D-listi óskar eftir breytingu á nefndarmönnum í atvinnu- og menningarmálanefnd. Hjördís Edda Olgeirsdóttir víkur sem varaformaður. Nýr varaformaður verður Steindór Sigurjónsson. Nýr aðalmaður verður Tinna Rut Sigurðardóttir. Fyrsti varamaður verður Níels Brimar Jónsson og annar varamaður verður Hjördís Edda Olgeirsdóttir. Ég gef orðið laust þennan lið. Það kveður sér engin hljóðs. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki breytingu á nefndarmönnum D-lista. Þeir sem því samþykkir vinsamlegast gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við næst í lið nr. 11, það breyting á reglum gjaldskrá lengdrar viðveru Kátakots. Lagðar fram breytingar á reglum Kátakot sem kveða á 30% afslátt fyrir einstæða foreldra. Og ég gef orðið laust þennan lið. Það kveður sér engin hljóðs. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki breytingu á reglum Kátakot. Þeir sem því samþykkir vinsamlegast gefa mér merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í 12. lið, það verklag vegna styrkja og auglýsinga. Breyting á reglum úthlutun styrkja, menningarstyrkja ásamt matsramma hér lagt fram til samþykktar. Minnisblað breytingar á fyrirkomulagi styrkja lagt fram til upplýsinga. Og ég gef orðið laust. Ásgeir Kristín, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér verið að leggja til talsverðar breytingar og það kannski bara allt í góðu, búið að vera lengi eftir ákveðnu verklagi sem að getur verið óskýrt þegar að koma að nýju starfsmenn og slíkt, eða eitthvað sem að það orðið vani að vinna eftir það kannski erfitt fyrir nýja að sjá inn í kollin á þeim sem áður tóku við styrkubeinum og öðru slíku og verða að gera svona gagnsærri og einfaldari reglur. En þetta búið að fara í nokkra hringi, bæði í nefndum og svo hjá bæjarráði og kannski að marki það undirrituð. Svo sem hér stendur búin að vera í bæjarstjórn að verða 16 ár og íhaldssöm í þessu öllu saman, sko. Þú veist, allt í einu að fara að rista þetta of mikið upp fyrir mig og ég búin að vera með smá tregð í þessari vinnu. En það bara búið að breyta ýmsu og taka tillit til ábendinga og allt það, sko. Og fyrir þá sem að sækja styrki þá kannski fyrst þegar fólk fyrir að lesa þetta þá verður það vart við að það eru heilmiklar breytingar, það svona ákveðin og ákveðnari krafa það að fólk standi skila sínu gagnvart líka sveitarfélaginu. En það sem að stóð nú kannski fyrst í mér var það að voru komið mér ákveðna rekstrarstyrki til ákveðna menningarverkefna, til dæmis eins og kórana og þar eru svona strangari reglur eða það tekið út fyrir sviga og breytt þannig að þetta sé viðburðarstyrkir og síðan sé sótt ákveðna svona rekstrarsamninga til bæjarráðs og fyrir gegnum starfsmenn og svona ákveða ferli í því og þetta kannski verður þetta
fyrst svolítið meira vesen fyrir þá sem að þurfa að kynna sér málið en allt gert af góðum hug. En það sem ég langar líka bara kannski að minna á að við erum langt frá öllum, við erum ákveðið eyland hér sveitafélagið Hornafjarðar, þannig að við þurfum að vera okkur svona svolítið sjálfbær menningu og annað slíkt. Þannig að það er mjög mikilvægt að við séum með mjög öfluga menningarstarfsemi og við höfum borið blessun til þess. Þannig að ég vona að það haldi áfram, en líka það að við höfum svona ákveðna þolinmæði gagnvart þeim sem vilja flytja okkur ákveðna menningu og við tökum við því líka í upphafi kannski var þetta pínlítið hugsa að þú þurftir að eiga lögheimili hér eða vera beint tengdur til þess að geta sótt en jú, þetta er takmarka fé en þetta þarf auðvitað að snúa beint að því að skemmta eða auka líf okkar hér. Ein breytingin sem gerð það í rauninni að taka styrki sem að Fræðslu- og frístundanefnd og atvinnu- og menningarmálanefnd útdeildu í sitthvoru lagi og blanda saman og stundum skarast þetta. En mér langar bara kannski að svona brýna fyrir okkur að það eru ákveðin verkefni í frístunda- og íþróttalífinu sem að eru kannski flokkast ekki undir menningu eða hvað ætlar að teygja það, hvernig ætlar að toga það. Að ég var mjög ánægð með það breytingu sem að var gerð að það nefndirnar séu saman í fyrstu svona yfirferð af þessu þannig að Fræðslu- og frístundanefnd komi áfram að þessum málum. Og mér finnst það mjög mikilvægt að kjörnir fulltrúar komi að þessu, að þetta sé ekki starfsmannamál að taka við og svo sé bara lagt fyrir heldur að kjörnir fulltrúar hafi puttan aðeins í þessu. Ég held að það sé líka bara, já, ég veit það ekki, kannski má túlka það sem einhverja íhaldssemi eða hvað, en mér finnst það mikilvægt. Það Ásgerður, við erum enn í lið 12. Orðið laust, Steindór, gjörðu svo vel. Góða forseti og aðri bæjarstjórnar með mér. Ég ætla bara að taka boltan þar sem Ásgerður var í lið 12. Þar sem að ég sit bæði í atvinnu- og menningarmálanefnd og Fræðslu- og frístundanefnd og búinn að vinna í þessum málum. Þá fannst okkur, eða mér líka persónulega, skrítið að auglýsa styrk upp að einhverju vissu upphæð og þegar að koma svona viðburðir að rekstrarstyrkir væru þarna inni þannig að viðburðirnir sem að að sækja fá ekki þessa upphæð sem að verið að auglýsa heldur þetta líka rekstrarstyrkur. Og það svolítið kannski ekki samgjarnt gagnvart þeir sem að sækja styrki fyrir viðburðum í menningu og fræðslu að þetta sé verið að færa peningana í rekstur þegar að verið að auglýsa líka fyrir viðburði og svoleiðis. Og það líka að já, og ég svona hlynntur þessu. Það alveg búið að vera knappur tími að klára þetta og auðvitað endurskoða þetta ef þetta ekki eitthvað sem okkur líst á. Þetta alltaf opið til þess að laga og breyta. Það Steindór, orðið hann laust. Tinna Rut, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég ætlaði líka bara að taka við boltanum þar sem að Steindór var með hann. Að það sem sagt, þetta búið að vera ansi flókið og hafandi verið í þessari vinnu fyrir árið síðan þegar við vorum að úthluta styrkjum, þá þetta rosalega mikið huglegt mat og nú búið að setja upp svona matsramma þar sem að þú tikkar í einhver box og færð x mörg stig fyrir og þannig að þetta orðið miklu meira svona gegnsæra ferli og
ég held að þetta sé einmitt bara flott, þú veist, að hérna rekstrarstyrkirnir geta farið þá í aðra leið og mögulega þá þessir viðburðir fengið aðeins meira vægi og hérna, og einmitt eins og Ásgerður talaði að fyrst var þetta þannig að þú þurftir að hafa lögheimili, en núna þetta þannig að þetta eitthvað sem kannski tengist meira sveitarfélaginu, þá getur þú sótt mennastyrk. Þannig að mér finnst þetta allavega góð vinna og mér líst vel á hann Mats fram og ég hlakka til að taka þátt í þessari vinnu núna í ár líka. Takk fyrir. Takk fyrir það, Tinna Rut. Orðið endalaust. Það kveður sér engin hljóðs. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki uppfæra reglur úthlutun menningarstyrkja sveitarfélagsins. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við næst í lið númer 13. Það eru reglur notendastýrða persónulega aðstoð. Lögð eru fram drög að nýjum reglum notendastýrða persónulega aðstoð við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Farið yfir drög að nýjum reglum notendastýrða persónulega aðstoð við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Notendaráð málefni fatlaðs fólks gerir ekki athugasemdir við drögin og vísar þeim til Þetta var eitthvað skrítið. Ég ætla ekki að lesa þetta upp, sem sagt. Ég ætla að biðja fundarautum að taka þetta út. En ég ætla að opna mælendaskrá. Það kveður sér engin hljóðs. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki reglur notendastýrða persónulega aðstoð. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við næst í lið númer 14. Það er barnaverndarþjónusta Fjarðabyggðar og sveitarfélagsins Hornafjarðar. Undanfarna mánuði hefur verið unnið að gerð framkvæmdaáætlunar barnaverndarþjónustu Fjarðabyggðar og sveitarfélagsins Hornafjarðar. Gert var samkomulag við Sigur ráðgjöf að annast gerð áætlunar í samstarfi við stjórnendur þjónustunnar. Nú þeirri vinnu lokið og fyrir liggja drög að framtíðarsýn BFSH fyrir árin 2026 til 2028 og eru þau lögð fram til umsagnar. Drög að framkvæmdaáætlun barnaverndarþjónustu Fjarðabyggðar og sveitarfélagsins Hornafjarðar eru hér lögð fram. Og ég gef orðið laust. Ásgerður Kristín, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta mjög metnaðarfull vinna og flott plagg. En það eitt sem að ég bendi á hérna í vinnu hjá bæjarráði sem átti að fara í og laga sem ég sé ennþá í skjalinu. Það á blaðsíðu, lið 3 staðan barnaverndarþjónustunnar eða BFSH í dag. Það í neðstu málsgreininni það talað að það hefur sveitarfélaginu Hornafirði, það hafa verið barnaverndin boðið upp á uppeldisfræði námskeið uppeldi sem virkar, færði til framtíðar og það stendur þetta til foreldra sem talið að þurfi á því að halda. Það í rauninni þetta námskeið boðið fyrir alla foreldra leikskólabarna og meira segja höfðu við það þannig að til þess að hvetja foreldra til þess að mæta þá veitt afsláttur eða niðurfelld leikskólagjöld í 1 mánuð til þess að það ávinningur að því bæði fyrir bunduna og auðvitað náttúrulega fyrir foreldrana að sitja námskeið og ég held að við getum verið bara mjög stolt af þessu og þurfum að halda þessu lofti þannig að ég óskaði eftir því að þessu yrði breytt. Þetta ekki bara fyrir foreldra sem þurfa á því að halda, það ekki að pikka út og bara heldur þetta fyrir alla. Þannig að ég vil bara halda því til haga og kannski óska eftir því að það verði skoðað áður en að sést í framhaldi fundarins. Takk fyrir það, Ásgerður. Þetta þá væntanlega komið til skila að laga þetta í skjalinu. En orðið enn laust þetta mál. Kveður sér engin hljóðs. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki framkvæmdaáætlunina og vísi henni til Ég legg til að bæjarstjórn samþykki framkvæmdaáætlunina. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá erum við næst í lið 15, það er landeignarskrá, Stafafell merkjalýsing.
Hér er lagt fram erindi þar sem óskað er eftir staðfestingu sveitarfélagsins á merkilýsingu fyrir Stafafell fjárhús þar sem gert er ráð fyrir uppskiptingu landeignar. Orðið er laust. Kveður sér engin hljóðs. Þá legg ég til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við framlagða merkilýsingu og stofnun ég legg til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við framlagða merkilýsingu og stofnun lóðanna hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar samanber 6. grein jarðalaga, samanber einnig 48. grein skipulagslaga. Þeir sem eru því samþykki vinsæl að gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við næst í lið nr. 16, það er landeignaskrá Sandfell bílastæði uppskipting. Lagt er fram erindi þar sem óskað er eftir staðfestingu sveitarfélagsins og merkjalýsingu fyrir Sandfell þar sem gert er ráð fyrir uppskiptingu landeignar. Orðið er laust. Það kveður sér engin hljóðs. Ég legg til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu og að stofnun lóðanna hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar samanber 6. grein jarðalaga samanber einnig 48. grein skipulagslaga. Þeir sem eru því samþykkir vinsæl að gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við næst í lið nr. 17. Það er umsókn framkvæmdaleyfi Hoffell 2 jarðtæknirannsóknir. Tekin er fyrir umsókn ferðaþjónustar Hoffells EHF þar sem óskað er eftir að framkvæma 30 prufuholur á 5.000 fermetra svæði á jökulöldunni við Hoffellslón. Engar jarðtæknilegar rannsóknir hafa farið fram á svæðinu fram til þessa og því er óvissa jarðvegs- og grundunar aðstæður. Gert er ráð fyrir að rannsóknir fari fram veturinn 2025 til 2026. Orðið er laust. Fundarhlé. Já, Ásgerður Kristín hefur óskað eftir fundarhlé.
Já, við erum hér í lið númer 17 en ég ætla að fá að leiðrétta mig aðeins. Í lið 13 og 14 stóð að þetta væri drög að nýjum reglum, annars vegar í lið 13 reglur notendastýrða persónulega aðstoð. Þetta er ekki drög, þetta eru nýjar reglur. Og í lið 14 þá sagði ég einnig að þetta væri drög að framkvæmda áætlun, en þetta er ekki drög, þetta er framkvæmda áætlunin. En þá höldum við áfram með dagskránni. Það er liður 17, umsókn framkvæmdarleyfi, Hoffell 2, jarðtækni rannsóknir og ég var búin að lesa hérna upp held í allan innganginn. Þannig að ég gef orðið laust. Elías Tjörvi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara til þess að leggja áherslu á það að hér er verið að veita leyfi til þess að kanna hvernig jarðvegurinn á Jökulöldunni hentar fyrir uppbyggingu, sem er liður í þeirri vinnu sem nú er í ferli varðandi framtíðar uppbyggingu á svæðinu. Ekki er verið að veita leyfi fyrir öðrum framkvæmdum á þessu stigi. Eins og kom fram í gangunum er áætlað að þessar rannsóknir fari fram núna að veiti til þegar frost er í jörðu, en það er gert til þess að rask á svæðinu verði sem minnst. Og ég hvet einnig framkvæmdaraðila til þess að vanda vel til verka við framkvæmdina og skila vel við svæðið að henni lokinni. Takk fyrir það. Við erum enn í liðin 17 og mælendaskrá er enn opin. Ásgeir Kristín, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að taka undir með Elíasi að þetta eru bara rannsóknir til þess að svona skoða hvort að áform hugsanleg séu í rauninni möguleg, því að við könnumst öll við það að það hafa verið miklar umræður þessi mál á samfélagsmiðlum aðalega, sem eru kannski einu miðlarnir sem við getum fjáð okkur á þessi mál, og stundum les maður það út að fólk heldur að það sé bara verið að fara að moka og gera og græja, sko, og það er alls ekki þannig, og það er ekki búið að, þetta er rauninni fyrsta leyfi sem við erum að veita, þú veist, í þessa rannsókn, það hefur ekkert verið veitt neitt annað leyfi heldur en bara að skoða og fara í skipulags, mál og umhverfismat og annað slíkt, og þannig að það er ekkert niðurnjörvað og þetta er allt á, má segja á frumstigi, þó að það sé, þetta er langur vegur, og þó að þetta hafi verið einhverjir mánuðir og kannski hálft ár sem er búið að vera núna aktíft í þessu, að þá er þetta bara verkefni sem er margra ára að vinna og við sjáum ekki fyrir endan á því hvernig þetta mun enda í dag. Það voru ákveðnar forsendur sem að fólk gaf sér í upphafi, það komu athugasemdir, þeim var breytt, það er umhverfismat í gangi núna, farið að skoða jarðveginn, það er verið að setja inn umsagnir, það er samtal hér í nefndum öðru slíku, og síðan kemur einhver niðurstaða sem að verði svo auglýst og getur tekið breytingum. Þannig að bara fólk átti sig á því og bara hvet til umræðumálið og að öll sjónarmið komið fram, en sveitarfélagið er ekki búið að leyfa akkurat það sem er í umhverfismatinu. Heldur er það bara verið að kanna hvort það sé hægt. Takk fyrir það, Ásgerður. Orðið er enn laust. Kveður svo engin hljóðs, þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki að útgefið verði framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Framkvæmdin er ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt viðauka 1 í lögum umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsamlega að gefa með merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við næst í lið nr. 18. Það er umsókn framkvæmdaleyfi, hagahverfi, áfangi 1, innviða uppbygging. Tekin er fyrir umsókn framkvæmdaleyfi vegna vegagerðar og vinnu við veitur vegna fyrsta áfanga hagahverfis. Fyrirhugað er undirbúningur lagna og gatnagerðar fyrsta áfanga, en í honum er gert ráð fyrir að fjarlægja 15.000 rúmmetra og koma fyrir 12.000 rúmmetrum í fyllingar.
umfram jarðvegi verði komið í manir samkvæmt gildandi deiliskipulagi en það umfram efni sem ekki verður nýtt í manir fari á efnislosunarstað. Á hluta vegsvæðis verður komið fyrir fargi. Framkvæmdin í samræmi við gildandi deiliskipulagsskilmála og ég gef orðið laust þetta mál. Það kveður sér engin hljóðs. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki að útgefið verði framkvæmdarleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdarleyfi númer 772 2012. Framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt viðauka 1 í lögum umhverfismat framkvæmda á áætlana númer 111 2021. Þeir sem eru þessu samþykki eru vinsamlegast gefið með merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Svo þurfum við að bæta við einu máli sem að fyrir fórst að taka fyrir á fundinum eða auglýsa á dagskrá. Það liður 19 umsögn framkvæmdarleyfi heimtök við nýtt hringtorg og ég ætla að biðja ykkur að gefa mér merki að samþykkja það að þessi verður bætt við á dagskrána, þeir sem eru því samþykkir. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Það tekin fyrir umsókn Rarik að plægja rafstreng frá Stekkakletti að fyrirhuguðu hringtorgi við nýjan hringveg. Að ræða 350 metra langan lágspennustreng. Umhverfis- og skipulagsnefnd metur framkvæmdin ekki framkvæmdisleyfi skylda þar sem framkvæmdin hefur óveruleg áhrif á umhverfið og ásýnd þess. Og ég gef orðið laust þetta mál. Það kveður sér engin hljóðs. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki framkvæmdina. Hvað segirðu? Já, ætla að fá að rífresa hérna. Ég sé þetta ekki. Ég ætla að fá að gera aðeins hlý á fundinum. Þá heldum við áfram. Ég legg þá til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Fleira ekki á dagskrá og ég slít þessum fundið.